Góðan daginn. Skál, einningsja Red. Ég ætla að tala Red áskorunina sem verður núna í janúar í olíuvinahópnum og fyrir alla vini mína og þá sem vilja vera með, hafa áhuga á því að fara í svona létta, þetta er náttúrulega ekki hreinsun, við ætlum að fara í hreinsun í febrúar, þetta er svona létt, já, þetta er svona létta svolítið á líkamanum og vökva hann, næra hann á mjúkan, einfaldan, ótrúlega auðveldan hátt. Skál, ég heiti Lilja. Ég ætla að sjá fræðsluna, ég verð með mjög mikla fræðslu Red og það sem er í Red sem er Ningxia Red. Red blöndunni, það er Ningxia Red. Það er sulfur-sæm hylki sem eru methensulfate, methane og úlfaberjaduft og það er lime, kjarnolía, sítrusolía og það er vatn. Ég ætla nú að fá með smá Ningxia Red. Og af hverju í ósköpunum ættum við að gera þetta? Já, þetta er náttúrulega bara einn valkostur, einn góður valkostur. Og ég hef reynslu, ég hef svona þekkingu, ég hef þekkingu í heilsu á mínum, á minni sögu. Og svo langar mig til að segja þér, ég ætla ekki samt að monta mig neitt. En eitt af því sem ég hef gert svona í gegnum mörg ár, það er að drekka þennan drykk á hverjum einasta degi. Oft 2 skammta á dag, stundum 3. Og alltaf byrja ég hvern einasta dag á því að taka mínar omega-olíur og Ningxia Red og sulfur-sæm. Það er bara þetta þrennt sem að allir mínir dagar byrja þannig. Ég ætla að segja ykkur eina svolítið skrýtna sögu. Sko, ég kem ekki frá fjölskyldu sem er eitthvað sérstaklega heilsugóð. Pabbi dó þegar hann var 70 tæplega. Ég mist 3 systkini mín sem öll voru í kringum 70. Núna bara á síðustu 5 árum. Og það er ekkert svona sjálfgefið að maður sé með góða heilsu. Ég hef alltaf borðað ótrúlega svona hollan, hreinan mat. Það hefur verið mjög mikið áhugamál hjá mér. Ég er ekkert eitthvað súper fitt, hreyfi mig bara alveg ágætlega mikið. Ég elska að fara í smá göngutúra, smá fallgöngur eða göngur og fer í sjósund og ég syndi mikið áður ég fer í jóga. Ég er svona að reyna að passa upp á það að hafa líkamann svona sæmilega góðu standi. En sko, í fyrra, nú var það fyrra, þá var ég ekki minnið lækni. Læknir minn var hættur og ég þurfti að finna minni að lækni og ég fann, sá bara lækni, viðtal við lækni í sjónvarpinu sem leist svona vel á og ég sagði já, var kannski gott að hafa þennan mann sem lækni. Ég man ekki einu sinni núna hvað hann heitir því ég hef ekkert farið að hitta hann. Og hann var akkurat að vinna á heilsugæslustöðinni minni niður í Laugarnesi, hvað sem hann heitir. Og svo ég hringdi bara og spurði, get ég fengið þennan mann sem lækni. Og mér var sagt það væri allt fullt. Ég yrði sem sagt að koma og hitta hann. Og hann myndi ákveða það hvort hann vildi hafa mig sem sjúkling. Svo ég pantaði bara tíma og fekk tíma hjá honum og það var svo sem ekkert, ég vildi fara í blóðpröfu. Ég vildi bara taka blóðpröfu af því ég var orðin 65 ára og fór síðast í blóðpröfu því ég var 60, þá fór ég svona hjartatjekk. Og já, ég vildi bara tjekka á þessu hvort það væri allt í góðu og með hormónin og svona. Og ég sagði honum að ég væri bara frekar hraust og hann bara vildi ekkert tala við mig. Hann sagði bara, ég sé það.
þú þarft ekki að segja neitt meira, ég sé bara að þú ert traust. Og ég sagði, og ég fór svona mikið að hugsa þetta eftir á, byrju, hvernig gat hann séð að ég var frekar hraust? Og hann kannski náttúrulega sá læknissöguna mína, að ég var ekki ofta að fara til læknis og nota engin lyf. Það er bara erfitt að fá mig til að taka lyf vegna þess að það hafa alltaf svo miklu aukaverkanir og það er þetta betra ef maður getur verið án þeirra. Þannig að hann samþykkti mig með glans, ég fikk alveg 10 á prófinu að vera að fá hann sem læknir og ég man ekkert núna hvað hann heitir að því að svo langt sinni ég hitt hann og ég þarf vonandi ekkert að fara að hitta hann. Vonandi hljóma ekki svona eins og ótrúlega mikið grobb en sko það sem ég hef gert, ég hef verið að drekka þennan safa. Ég held að hann eigi stóran hluta því hvað ég er heilsu góð. Hvað ég hef góða orku, nú er ég 65 ára eins og ég sagði. Og þetta er bara engin aldur sko. En þú veist, ég er ekki með nein, ég þarf ekki að nota einhverjar verkjaolíur eða bólguolíur af því ég er yfirleitt aldrei með neina bólgur í líkamanum. Eða svona jú, ég hef alveg fengið í baki að því ég vinn mikið í garðinum og það er alltaf hægt að bæta og ég bara reyna að passa upp á það ef ég er með einhverja bólgur eða verki og ef ég verið veik þá nota ég yfirleitt bara það sem ég kann, svona ráðin sem ég kann og það gengur yfirleitt mjög hratt yfir og núna síðasta ári hefur bara verið 2 ár sem hefur verið mjög spennandi að ég hef verið að nota olíurnar inn á andlega og tilfinningarlega líðan af því það er bara svona tækifæri fyrir mig til að gera það. En grunnurinn er sá að við erum bara líkami, við erum heilsan okkar byggist svolítið á því að við erum í þessum líkama og líkami þarf að hafa næringu, hann þarf að hafa gott flæði, hann þarf náttúrulega að hafa hvíld og hreyfingu og allt þetta þessi grunnatriði. En í þessu ferðalagi okkar sem verður í janúar, RED áskorun eða já, svona áhersla á RED drykkin, þá ætla ég líka að kenna ykkur svolítið fleiri góð bætiefni fyrir Young Living og nú eru komið 3 ný bætiefni, ótrúlega spennandi, að því svo í febrúar ætlum við að vera með svona 5 daga, mjög lítið, 5 daga, svona fljótandi fæði, 5 daga hreinsun og það er að gera það á svona svolítið mismunandi vegu, til alls konar drykkir og Young Living er með bætiefni eða svona fæðu staðgengil sem heitir Balance Complete sem er svolítið unnin vara, en er hægt að gera líka nota aðra hluti og sem ég mun bara fara betur yfir þá og við ætlum að vera með svona hreint, ljómandi hreint fæði í febrúar. En sko núna er þetta náttúrulega vandamáli að vöruhús okkar loka til 12. janúar, þannig að fara engar pantanir af stað fyrir þá. Fyrsta lagi getum við panta þá og þessar skvísur eru á tilboði, 10% afslætti í kassinu skvísunum eða maður getur keypt skvísur, Digest and Cleanse bætiefni sem er þetta mjög gott ef maður vill svolítið hreinsa og Multigreens sem er náttúrulega bara ótrúlega frábært bætiefni, mjög mikill næringu, það er amínósýrur í því og alls konar fínir í. Það er líka, það eru 20% afslætti þessi pakki. Já, svo eru þessar nýju vörur. Super Greens, þannig að Ringse Greens, Djúfa Gött og Djúfa Tón. Frábærar vörur fyrir lifrina, þegar lifrin skiptir svo miklu máli þegar við erum að vinna með heilsuna. En það þarf semst ekki þetta panta fyrir en pakkarnir fær ekki af stað, þannig að þið fáið ekki pakkan eitthvað fyrir en kannski 24. janúar. Eða þið getið fengið lána, það er möguleiki. Þeir sem eiga saman geta bara byrjað strax. Byrjað strax að blanda RED blöndu með Ningxia RED, 30-60 millilítrar, 3 hylki af þessu sem er losað út í vökvann, 3 dropar læmolíu og fyllt upp í flöskuna með vatni. Svona Ningxia RED flösku. Þá ertu komið með 1 flösku af RED. Skál. Hlakka til að sjá þig, vona að verið með.